Já, góða kvöldið og velkomin í föstudagsþátt Rauðan raunveruleika. Við erum hérna í kvöld með mjög sérstakann gest. Það er hann Ólafur R. Dýrmundsson, búvísindamaður. Hann hefur í fjölmörg ár unnið í þeim geira og hefur mjög mikla þekkingu landbúnaðarmál og ýmislegt því tengt. Árið 2018 var hann heiðraður fyrir störf sín með fálkaorðunni, segi ég. Og við getum örgulega lært mikið á honum í kvöld og ég ætla að spyrja hann út í alls konar. Blessaður, Ólafur. Takk fyrir að koma. Já, það var lítið. Geturðu sagt mér, þú útskrifaðist úr MR og fórst til útlanda í ykkur búvísindi þar, er það ekki rétt? Já, ég útskrifaðist stúdent frá Menntaskólanum Reykjavík vorið 1964. Já. Svo fór ég til búvísindanáms í Aberystwyth í Wales. Fyrsti Íslendingurinn sem fór til slíks náms þangað og eftir því sem bestur vita þá var ég fyrsti Íslendingurinn til að ljúka þar háskólaprófi í þeim skóla. Og Aberystwyth er í Mið-Wales út við Írlandshaf og þar var ég í samtals 6 ár, kláraði fyrst svona venjulegt háskólapróf, BSc Honors var það kallað í búvísindum og síðan fór ég í framhaldsnám í æxlunarfræðum sauðfjár, frjósemi og kynþroska lamba, bæði hrútlamba og gimbralamba og kláraði doktorspróf og skilaði ritgerð og lauk sem sagt doktorsprófi vorið 1972, þannig að það eru 50 ár síðan ég kláraði doktorsnámið og þá sumarið 72 fór ég heim til Íslands og fór að starfa við Bændaskólann á Hvanneyri sem síðar varð Landbúnaðarháskóli Íslands. Já, og varst að sinna störfum í þá sauðfjárrækt og fleiru, eða? Já, í mínu sérnámi þá var ég sem sagt í sauðfjárræktinni og ég kenndi sauðfjárrækt og fleira á Hvanneyri, bæði í bændadeild og búvísindadeild og svo var ég við rannsóknir. Það voru sauðfjárrannsóknir, töluverðar á þeim tíma og beitarrannsóknir líka og ég hef haldið sauðfjárrannsóknunum alltaf eitthvað áfram og skrifað mjög mikið þau efni en síðan fór ég sem landsráðunautur til Búnaðarfélags Íslands 1977 og þá var mitt aðalsvið voru beitarmál og sauðfé og hross komu þar mikið við sögu, þannig að ég var svokallaður landnýtingarráðunautur og ég var í því alveg frá það voru breytingar af þessu viðbót 1995, þá var ég líka ráðunautur í lífrænum búskap, auk landnýtingar, þannig að ég var hjá Búnaðarfélagi og síðar Bændasamtökum alveg frá 1977 til ársbyrjunar 2015. Þá, mér langaði akkurat að spyrja það er oft talað það að kindurnar okkar, þær eru út á beit og eru að eyðileggja jarðveginn eða hvað, er það svoleiðis? Þær eru of margar, ekki? Nei, sko það er náttúrulega til hérna svæði á landinu sem að þola litla beit og það er nú búið að fríða töluvert af því sem var verst farið. En beitarhættirnir í dag eru allt öðruvísi en þeir voru fram eftir 20. öld, þá var náttúrulega mikil vetrarbeit og ef við hörum lengra aftur þá var alveg rosalega hörð meðferð á landinu, sérstaklega vetrinum. Þannig að beitarhættir í dag eru allt öðruvísi, það féðir fóðra miklu meira og það er ekki eins margt í högum eins og var, álagið miklu minna þannig að það heyrir til undantekningar að séu vandamál nú á dögum vegna sauðkindarinnar. Þetta er svona eitt af þessum málum sem hefur verið blásið út og það er alveg rétt, það þarf að hafa varan á við alla beit, bæði sauðfjár og hrossa og nautkjöpabeit og þessi mál hafa alltaf verið að færast svona í rétta átt með meiri þekkingu og það er líka verið að græða mikið land upp, bændur eru mikið í því, taka þátt í stórum verkefnum við að græða upp landi, þannig að þetta er alltaf færast til betri vegar og við þurfum ekki að hafa áhyggjur á sauðkindinni. Það er frábært, góða fréttir, ég held að þetta væri verra en svo.
Nei, það ekki allstaðar í lagi en ástandið fer mjög batnandi. Já, frábært. En þar sem við erum kannski ekki eins góðum málum að það með fæðuöryggi og matvælaöryggi. Geturðu útskýrt fyrir okkur aðeins hvað fæðuöryggi og matvælaöryggi og hver munurinn á þessu tvennu? Sko, þegar að svona skilgreiningarnar eru þannig að þegar við erum að tala fæðuöryggi, það sem á ensku kallað food safety, þá verið að tala það að við höfum bara hreinlega nóg að borða, bara nógan mat, fáum bara þessi framleitt nóg af kjöti og mjólk og korni og svo framvís og grænmeti, og þannig að við höfum sérstætt alltaf nógan mat til að borða, annarkvort innlenda framleiðslu eða innflutning. Svo aftur á móti þegar tölum við matvælaöryggi, þá erum við að tala svona meira gæði, þá erum við að tala hversu örugg matvælin eru til neyslu, hvort það séu einhver aukaefni, einhver hættuleg aukaefni sem geta safnast upp í líkamanum, það líka hvort það geti verið einhverju sýklar í þeim í matvælunum sem geta komist í þau, sem geti verið jafnvel fólki skaðlegir og sumir sýklar sem að fara í búfé geta líka farið í fólk, þannig að það svona meira þá verið að í matvælaörygginu þá verið að horfa til svona meiri, kannski segja gæða og þar með það er mikið eftirlit í gangi, til dæmis hjá Matvælastofnun, þá að fylgjast með fæðuöryggi sem að svona í enska kalla food security, þannig að það svona öryggismál. Þannig að þetta hvort tveggja mjög mikilvægt og fyrir neytendur þetta náttúrulega hvort tveggja alger undirstaða lífsins. Það hafa nægan og góðan mat. Það sé hollur. Og í dag erum við með fæðuöryggi í dag. Það er að segja að það alltaf til nóg maturinn í búðunum og enginn verður svangur ef hann á peninga allavega til þess að fá aðgengi að mat. En ég hef oft velti fyrir mér að hvað myndi gerast ef allur innflutningur myndi stoppa til Íslands. Ef það væri bara einhver hluta vegna sett bann á allan innflutning, hvernig stæðu við í fæðuöryggismálum? Þá myndum við ekki standa nógu vel, sko. Það er það málið og það geta orðið ýmsar truflanir á innflutningi. Til dæmis 2008 í bankahruninu, þá var að skapast neyðarástand í október 2008 vegna þess að það var lokað fyrir gjaldeyri, greiðslur, og það voru stór skip hlaðin korni sem átt að fara hingað til lands en þau fengust ekki afgreitt. Það var mjög alvarlegt mál þarna í október 2008 og það var að halda neyðarfund hérna í bændahöllinni út af þessu máli þar sem að fulltrúar bænda og verslunarfyrirtæki sem flutt inn fóður og svo framvegis funduðu og það var ríkisstjórnin hérna, hún var að gera sérstakar ráðstafanir til að fá að greiða fyrir korn í þessu tilviki og það var bæði korn til manneldis og fyrir gripi. Hefði það ekki fengist, þá hefði sennilega orðið að slátra hérna alifuglum og svínum í stórum stíl og eyðileggja. Þetta var svo alvarlegt. Þannig fólk gleymir á svonalega að það getur verið efnahagsleg ástæður, það getur verið stríð líka, það verið takmarkanir á flutningu vegna stríðsástands. Það getur verið einhvers konar óáran í þessum löndum sem framleiða þessar vörur sem við þurfum flytinn og erum flytinn. Það er nú aðalega þá kornmeti og ávextir og grænmeti töluvert líka. Annað við getum ráðið nokkuð vel við mikinn fisk venjulega og flestar kjöttegundir. Þannig að það fæðuöryggi sko, þetta getur lent í vandræðum, sérstaklega ef lítið framleitt innanlands. Það er illa í stakk búin fyrir svona krísur út í heimi sem að geta sett alltaf leið. Já, akkurat. Þjóðir eins og Japanir, sem iðnaðarþjóð, þeir eru með mjög mikinn landbúnað til þess eingöngu að viðhalda bæði fæðu og matvælaöryggi vegna þess að þeir lentu illa út úr því í styrjöldum, í seinni heimsstyrjöldinni, að verða uppskroppa með mat og ýmsar þjóðir í heiminum hafa lent í vandræðum út af því að þær hafa ekki verið með nógar matarbirgðir til dæmis í ófriðarástandi
Og núna í sambandi við Úkraínumálin, þá alveg ljóst að þau munu hafa áhrif á útvegun á til dæmis á sumum korntegundum og það mun hækka verði líka. Þannig að þetta getur, þegar verður að treysta mikið á viðskipti, þá getur það haft áhrif á bæði aðflutning, aðfanga og svo bara matvælanna sjálfra. Nákvæmlega, já. Og talandi ekki einu sinni veðurfarsbreytingarnar sem eru að steðja að okkur. Já, þá koma þær, alveg rétt, þau koma ofan á þetta og þá þurfum við hérna á Íslandi að hugsa meira að framleiða meiri mat. Við þurfum að framleiða meiri matvæli, bæði fyrir okkur og aðra. Það mjög hættulegt að treysta hér á innflutning á öllum hlutum. Við erum núna að flytja inn mjög mikið af matvælum. Við erum kannski að framleiða í landinu svona, ef við tökum fiskinn með, þá landbúnaðar og sjávarútvegsafurðir, þá erum við kannski að framleiða, ég skal ekki segja nákvæmlega hvað það gæti verið svona 50-60%, þannig að við erum að flytja inn mjög mikið og við megum ekki draga úr þessari innlendu framleiðslu, við þurfum frekar að auka hana og gera hana fjölbreyttari. Akkurat. Mér langar svolítið að sýna bæði þér og áhörendum hérna smá mynd þar sem við sjáum CO2 eða koltvísýringsútblástur síðustu 800.000 árum. Þið sjáu hérna magn koltvísýrings í loftinu, þetta reiknað í pörtum per milljón partar af andrúmslofti, skilst mér. Og við sjáum að síðust þarna eru fyrstu merki neanderdalsmenn og þá er CO2 concentration í loftinu eitthvað 270 cirka partar per milljón og svo sjáum við hérna þegar að nútíminn að renna í hlað að þetta alveg skýst upp og bara frá 1950 við sjáum þannig 1950 á milli 1900 og 2019 og þá erum við búin að setja út í andrúmslofti helmingin af öllum koltvísýring sem við erum að setja út í lofti búin að setja út í lofti frá byrjun iðnbyltingarinnar bara þarna frá 1950 til nútímans. Þannig að það án þess að vilja vera að hræða einhverja eða neitt svoleiðis en þá hérna á samstöðunni erum við með róttæka umræðu og við viljum segja hlutina eins og þeir eru. Að við stöndum frammi fyrir mjög alvarlegri krísu þar sem að afleiðingarnar eru ekki alveg þekktar og það líklegt til þess að setja hlutina úr jafnvægi. Þannig að undirbúa okkur vel algjör lykill tel ég að við aukum framleiðslu og gerum hana fjölbreytta. Ólafur, hvernig heldur þú að þetta muni líta út eftir svona 40 ár og hvernig getum við undirbúið okkur best fyrir það? Það er erfitt að kannski gera sér það í hugarlund hvernig, en við getum gert okkur í hugarlund að ef við gerum ekkert í því að auka okkar innanlandsframleiðslu og tryggja okkar fæðuöryggi að þá gætum við orðið mjög illa stödd, þannig að ég sé það fyrir mér að við höfum tvennt að velja. Annars vegar að láta þá ráða ferðinni sem vilja flytja bara inn og það eru ýmsir sem vilja gera það. Þeir vilja bara flytja inn matvælin. Sérstaklega það ábyrgandi meðal fólk sem vill ganga í Evrópusambandið, fara inn í þann markað. Það ákaflega mikil skammsýni fólkin í þessu en því miður, þetta nú svona. En svo hinn leiðin að við spyrnum við fótum og aukum okkar innanlandsframleiðslu þannig að við framleiðum meira heldur við gerum núna og við náum hérna hærra stigi í fæðuöryggi, förum kannski upp í 70-80%, eitthvað svoleiðis og við getum það og það er að vísu ákveðnar tegundir sem við ráðum ekki við vegna loftslags og slíks en við erum með þó þennan mikla kost að hafa jarðhitann og þá getum við ræktað mjög mikið í gróðurhúsum, mikið af grænmeti og jafnvel af ávöxtum. Þannig að við erum með feiknarlega möguleika í að framleiða meira af þeim tegundum sem núna verið að flytja inn í mjög ríkum mæli. Nú við getum alveg framleitt allar búfjárafurðir og höfum fisk líka vonandi áfram. Fiskeldi
með aðstoð heits vatns, það getur komið til greina í landkerjum. Á landi, já. Landi, og við eigum alls ekkert að vera með fiskeldi í sjónum, við eigum bara að hafa það á landi, bæði lax og silung, og það þarf að hita vatn fyrir slíkt, þá það náttúrulega til staðar. Þannig að ég sé það fyrir mér að þarna eru 2 leiðir og við þurfum að horfast í augu við þetta. Annars vegar að efla landbúnað og þar með fiskeldi og innan landbúnaðar er þá mikið stórlega aukin grænmetisrækt sem þá líki kröfur markaðarins. Það eru mjög margir sem vilja frekar borða jurtafæði heldur en dýra og við þurfum að gera ráð fyrir þessu markað því að mikið af því sem að grænmetisætur eru að borða það innflutt, það dýr vara og hátt kolefnisfótspor á henni. Þannig að við þurfum, því miður og þess vegna þurfum við þurfum sem sagt að auka framleiðsluna og við þurfum að vera gagnrýnin á það þegar að fólk að tala að það sé allt í lagi að flytja allt inn. Það ekki allt í lagi. Við höfum tvennt að velja, það að auka innflutning og auka sem sagt, það hversu mikið við erum að stóla á umheiminn og stöðuleika í alþjóða viðskiptum og í heiminum. Eða ætlum við að reyna að verða aðeins hafa meiri framleiðslu getu hér heima. Þannig að við séum betur í stakk búin fyrir krísur þar úti. En ég vil leiðrétta aðeins að því ég sagði áðan að við varum búin að hleypa út helmingnum af öllum koltvíoxíð sem við erum búin að hleypa út í loftið frá 1950. En það ég missagði og það frá 1990 til nútímans erum við búin að hleypa út helming. Og við sjáum bara ár eftir ár að þá eykst koltvíoxíð í andrúmsloftinu því miður. Því miður, þetta mjög mikil aukning. Mjög mikil aukning. En af hverju fyrirgeðu? Sko, málið það, þetta ekkert flókið. Þetta byggist á hagvexti og hagvöxtur, þetta byggist í raun og veru á kapitalismanum. Ég engin kommunisti, hef aldrei verið og ég ekki í neinu stjórnmálaflokki, en það augljóst alveg að kapitalismin eins og hann hefur verið í framkvæmd, eins og hann að þróast, að hann náttúrulega í bakgrunninum og kapitalismin hann byggist fyrst og fremst á græðgi og græðgi undirstaða mikils hagvaxtar og hagvöxturinn ekki grænn, hann alhliða þannig að hann ekki bundinn við það sem við getum kallað grænar áherslur. Þannig að ef við höldum svona áfram á þessari rennibraut sem ég kalla og hluti af því þessi svo kallaða frjálsa verslun að þá erum við bara ekkert í góðum málum og við munum ekki ná tökum á þessum umhverfisvandamálum eins og loftslagsmálunum nema að það verði með einhverjum hætti reynt að hafa stjórn á kapitalismanum og græðginni. Við þurfum einhvern veginn að hugsa þetta betur og setja plön fram í tíman og undirbúa okkur fyrir þær breytingar sem að koma. Og eins og ég hef heyrt frá sumum vísindamönnum að þá segja þér sko að hagvöxtur eiginlega í bara beintengingu við sem sagt eyðingu á jarðkerfunum og auðlindum og auknum koltvíoxíð í andrúmsloftið. Og ég man ekki nákvæmlega hvernig tilvísunin frá Halldóri Laxness í frægu ritgerðinans greininni Hernaðurinn gegn landinu. En þar sagði hann eitthvað í þá áttina að á þessari öld þar sem að græðgi í peninga eða losti í peninga að gera okkur sífellt fátækari og fátækari. Af því að við erum með þetta, já. Þetta sé vel mælt sko og það akkurat þetta að það hefur nú verið skrifað svolítið þetta og til hérna bækur, það ágætt bók sem var þýdd fyrir fáeinum árum sem að Þorvaldur Þorvaldsson þýddi kapitalisman og hagvöxtinn og umhverfismálin og það eru rannsóknir í gangi erlendis í ýmsum löndum bæði ekki bara meðal vistfræðinga heldur líka meðal hagfræðinga þannig að það er ný hagfræði, það verður að koma til einhver ný hagfræði að það var ráða við þessi ósköp og hún getur ekki gengið út á frjálshyggju hagfræðina og þessi neokapitalismi sem að ríkir svo mikið núna, hann ekkert sjálfbær, hann ósjálfbær á allan hátt og það verður að staldra hana við og þetta náttúrulega málefni fyrir marga fleiri heldur en hagfræðinga,
þetta snertir náttúrulega heimspekinga líka mjög mikið og náttúrulega líffræðinga og búvísindamenn sjálfsögðu. Þannig að þetta í raun og veru stáldi mikið svona, þetta þarf að vera mikið umræðuefni og það þarf að fara út fyrir alla flokka, stjórnmálaflokka. Það verður eiginlega að taka þetta fyrir á mjög svona faglegum og almennum grundvelli og við eigum töluvert af fólki hér á landi sem alveg fært að gera þetta og það verður að vera tilbúið að vera gagnrýnið. Hugsa hlutina aðeins upp á nýtt. Já. Við tökum þess að manni eins og Guðni Elíasson og fleiri sem eru gagnrýnir og nú ég einn af þessum mönnum þó að ber ekki mikið á mér. Við þurfum að vera tilbúin að ræða þetta mjög opinskátt og þetta er sem sagt eina leiðin til þess að ná eitthvað utanum þetta. Það er hægt að tala einstökum mál og segja að það sé gott að rækta tré og það sé gott að endurheimta votlendi og það sé gott að hjóla og vera ekki að nota bílana. Þetta er allt saman út af fyrir sig jákvætt en til dæmis í samband við kolefnisbindinguna kolefnisbinding núna sem verið að selja fólki, hún í raun og veru bara ávísun á að geta haldið áfram. Ég meina, þú kaupir flugmiða með einhverju loforðum það að það sé verið að kolefnisjafna með því að rækta skó. Þetta í raun og veru bara syndakvittanir vegna þess að þú ferð í flugferðina, þú eyðir, þú ert ekkert að hætta, þú heldur áfram að eyða. Þannig að þessar aðgerðir markaðssinna við að setja upp kolefniseiningar og selja fólki, þetta er nefnilega óskaplega mikil blekking. Það eina sem að, ef við tökum bara flugferð sem dæmi, að eina sparnaleiði væri þá að draga úr flugferðum og þá ert að draga saman ferðaþjónustuna og þá kvartar ferðaþjónustugeirinn. Þannig að þetta er svo erfitt og maður eftir ég að Greta Thunberg, hún fór alltaf að fara með skipi yfir Atlantshafið í stað þess að fljúga til þess að sína hvað hún myndi spara mikið á því. Þetta er alveg rétt, þetta er svona. Ég er ekki að segja það að við erum alltaf að fara að fá okkur hesta og ríða í vinnuna eða eitthvað svona. Ég er ekki að segja það, en það er þetta í hugsunarháttur að halda uppteknum hætti, hann mun ekki ganga. Það verður að breyta svo margt í lífstílnum. Og þetta snertir þá líka framleiðslu matvæla og hvort við erum að framleiða þau í landinu sjálfu eða flytja þau inn. Því að innflutningurinn, hann gerir okkur óöruggari og þar að þau ekki náttúrulega gríðarlega mikið meiri útblástur gróðurhúsalofttegunda með innfluttum matvælum heldur en ef þau eru framleitt innanlands. Það hefur verið vandag. Og ef við myndum gera þetta, undirbúa okkur og auka framleiðslu hér að þá getum við líka hjálpa kannski öðrum löndum út í heimi sem eru að líða mikla þurrka eða að líða skort, einhverjar hungrisneiðir vegna veðurfarsbreytinga, þá getum við kannski hjálpað. En er þetta ekki einmitt ástæðan fyrir því að kolefnisjöfnun kemur ekki vel út eða endar í bara ósköpum í rauninni? Er kannski út af því að hagfræðin er að byggja á röngum forsendum? Já, hún er að byggja á þessir nýju hagfræðingar gera og hagvistfræðingar, þeir reyna að breyta þessu. Já, akkurat. Útreikningar á hagvexti eru glataðir. Þeir eru rángir. Þeir útvista neikvæðum, þeir sem sagt útvista ýmsu. Þeir taka ekki mark á öllu, þeir taka ekki inn alla hluti, meðal annars útblásturinn. Þeir reikna með sem okkar hag að til dæmis það eykst hagvöxtur við stríðsrekstur, það eykst hagvöxtur við slys og sjúkdóma og þetta er bara mæling á umsvifum, en þetta er ekki mæling á framleiðslu á hvað ég að segja, varanlegum gæðum eða varanlegum vörum og þetta er svo óskap. Það eru hagfræðingar víða um lönd sem hafa skrifað mikið þetta og fólk hefur verið að tala grænan hagvöxt og allt það, en það er ekki tekið á þessu og ég er hræddur að kennslan í háskólanum, hún nái þessu ekki nógu vel, menn eru enn í þessu gamla fari með eiginlega bara falsaða, í raun og veru falsaða hagvöxtarútreikninga vegna þess að
sko, þá voru þessi vandamál ekki komin upp á yfirborðið, ýmist þessi umhverfisvandamál sem í dag og mengunarvandamál, plastmengun, efnamengun og svo núna með loftslagi með gróðurhúsalofttegundum. Þetta hefur ekki til að koma upp á yfirborðið fyrir síðustu áratugina og þá þarf að taka þetta einlega til algerrar endurskoðunar og grundvöllurinn hérna undir sumum stjórnmálaflokkunum, hann eiginlega alveg ónýtur. Hann eiginlega hann byggir á þessari einföldu hagvaxtarhagfræði sem algjörlega óábyrg og það eiginlega þeirra stefnur eru bara ónýtar. Það þarf endurskoðun á þessu öllu. Ég ekkert að segja það að þessi mál hafa endilega verið í lagi hjá kommunistaríkjunum í gamla daga, því fer nú fjarri. Þar var gríðarleg á landi og gríðarleg mengun og allt það. Það er ekki það sem ég er að tala um. Ég er ekki að tala um einhverja isma. Þetta er miklu alvarlegra mál. Það þarf að hugsa þetta bara algjörlega upp á nýtt og það má hafa hliðsjón af ýmsu sem var sagt og skrifað. Það má hafa hliðsjón af ýmsu sem Karl Marx skrifaði á sínum tíma sem heimspekingur og það má hafa hliðsjón af ýmsu sem að einhverjir forvígismenn kapitalismans hafa skrifað eins og Milton Friedman. Það má hafa hliðsjón af þessu öllu og það er eitthvað gott í þessu öllu en að halda þessum upptekna hætti í sambandi við, í sambandi við hagstjórn og hagvaxtarútreikning og allt það. Það er mikill tálmi, það er mikill skaði að það skuli vera ennþá þannig. Þetta þarf að verða miklu róttækari umræða. Það er einmitt því miður að þá er þetta þegar maður fer að kynna sér þessi fræði og þennan raunveruleika sem við stöndum frammi fyrir að þá gerir sér grein fyrir því að það er mögulega lausnir eða úrbætur sem við gætum boðið upp á eru rosalega bara pólitískt óvinsalar og munu ekki falla vel í kramið. Þannig að við einhvern veginn þurfum að hefja þetta samtal og fara að gera okkur betur grein fyrir stöðinu sem við erum í áhættunni sem er á ýmsum vandamálum og hvað þetta er á það. Þyrfti ekki bara einhvers konar landsfund eða eitthvað þar sem að sérfræðingar og pólitískir flokkar? Ég held að það væri afskaplega vel til fundið ef að til dæmis ráðuneyti, landbúnaðar og sjávarútvegs og umhverfisráðuneyti til dæmis myndu beita sér fyrir bara hreinlega og háskólasamfélagið beita sér fyrir svona vitrænum umræðum þessi mál og það væri farið ofan í saumana því hvað í raun og veru þurfa að gera og það er dálítið athyglisvert núna í þessum umræðum að Gretu Thunberg hampa mjög mikið og hún er náttúrulega bara svona málpípa fyrir ákveðin sjónarmið sem eru mjög mikilvæg. Og hún aðeins tæpir á þessu stundum að hún leyfir sér að tala um kapitalisma en það er mjög algengt að fólk sem er að gagnrýna og er að tala um loftslagsmálin og lýsa áhyggjum af því, það fer aldrei yfir í það að tala um rót vandans. Það er alltaf á yfirborðinu, þess að hrættum að vera óvinsælt og það er í raun og veru, það kemst aldrei að þessum kjarna málsins sem eru þessir ágallar að það er grækin á bakvið það og grækin að auka alltaf framleiðsluna, hvað sem það kostar af öllum mögulegu. Það er að flytja allt allan heiminn sitt á hvað og prísa frjálsa verslun og frelsið sem því eigi að fylgja. Við getum tekið bara fatnað. Það er stórfellt vandamál á ferðinni. Það er að flytja föt heiminn og selja ódýr föt. Svo eru útsölur og fólk kaupir og fulla skápa af fötum, að margra ára birgðir af fötum og svo er allt í vandræðum, svo er það flutt tilbaka og því er dömpað í einhver lönd. Það er til dæmis mjög góð grein í Bændablaðinu frá 24. mars sem er að segja frá hvað þetta sé mikið vandamál, uppsöfnun á gömlum fötum. Ég meina, þetta er bara ein birtingarmynd framleiðslu og neysluhátta sem eiga rétt á sér og það er í raun og veru fáránlegt þegar á sama tíma og það er verið að tala um þessi vandræði að þá er alltaf verið að auka neyslu. Það þarf að minnka neyslu, það þarf að minnka neyslu á ýmsu
Við þurfum þá alltaf að geta borðað, við þurfum að hafa fjölbreyttan og góðan mat, en það þarf að minnka neyslu á ýmsu, það snertir ekki bara jarðefnaeldsneyti og slíkt, það snertir bara alls konar lífsnauðsynjar eins og fatnað og sennilega eru við enn að byggja of stór hús fyrir venjulegt fólk. Það hugsanlega þannig líka og þannig að það sko margt sem að það eiginlega þarf að endurskoða meira og minna allt í okkar lifnaðarháttum og framleiðsluháttum. Þetta hagkerfi sem að einhvern veginn gerir sér ekki grein fyrir raunveruleikanum og mun bara æða áfram og við höfum oft talað það í þessum þætti sko að það sem fylgir þessu hagkerfi eða kapitalismannu sem við lifum við í dag að kapitalistar og fyrirtæki vilja ýta undir og auka neyslu til þess að auka hagvöxt, þannig aukur hagvöxt, þannig að þau hafa beitt alls konar sálfræði til dæmis á miðri 20. öldinni var það mikið gert að fyrirtækin voru vísvitandi að reyna að skapa svona neyslu samfélag eða neyslu menningu sem að snýr út á það einmitt að kaupa fleiri ný föt og kaupa flottasta bílinn og húsið og vera svona og vera hinsegin og talandi ekki svona tískubylgjur sem eru kannski framleiddar af fyrirtækjunum vegna þess að þau vilja fleiri fólk kaupi fleiri vörur og það eitt sem aðri benda á líka sko að þó við þurfum kannski að draga einn saman í neyslu að það þarf ekki alls ekki að þýða að lífið okkar verður slæmt því að kannski erum við bara núna í það miklu ójafnvægi að við erum að nota miklu meira en við þurfum til þess að líða vel og vera hamingjusöm og svoleiðis. Það alveg rétt og það þessi neysluhyggja sem hefur verið kynnt undir mjög lengi. Sko, það aldrei vinsælt þegar maður að segja að svona var þetta þegar maður var ungur og það var ekki svona mikil fjölbreytni og samt leið manni vel. Samt leið manni ágætlega þó að væri ekki eins og til sjónvarp. Þá leið manni bara ágætlega. Leika sér með bein. Já, og jafnvel fólk var jafnvel hraustara. Vegna þess að það alls konar eiturefni í matvælum og í umhverfinu sem eru nú alvarleg, en voru það ekki þá. Þannig að sko, ég held að þegar að verður að endurskoða þessi mál, þá þarf að líta aftur í tímann. Það þarf að skoða hvað var gott í fortíðinni og hvað var slæmt. Og þá kemur ýmislegt í ljós, það alveg ljóst ef maður fer að spá í það og við getum bara tekið einhver dæmi svona með þessa neysluhyggju að jú, það hefur uppgötvast og verið verið viðurkennt að tóbaksreykingar séu hættulegar. Ok, það var svona í kringu 1960 og þá var þetta mikið að koma fram og tóbaksfyrirtæki náttúrulega börðust á móti því og gera það nú reyndar en þá finna það bara eitthvað nýtt þannig að þá eru komnir einhverjir púðar sem að fólk að tróða upp í munnin á sér og reynda að koma því yfir á unga fólki líka í staðinn fyrir reykingar. Þannig að það sko, markaðurinn alltaf að reyna að halda upp í neyslu, jafnvel þó það sé óhöllusta og stríði gegn lýðheilsu. Og það eitt af því sem mjög áberandi, það þessi að verða að kynda undir aukinni áfengisneyslu, þó að það sé vitað að áfengið náttúrulega afskaplega, sko í miklu mæli ákaflega óæskilegt og veldur miklu böli, þá samt verið að kynda undir meiri og meiri sölu og ef maður horfir á kvikmyndir, gamlar, berum það saman, ef við horfir á gamlar kvikmyndir og tekur svo nýjar kvikmyndir. Það mjög áberandi í öllum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum að það alltaf áfengi á borðum, jafnvel bara með venjulegum mat, í löndum þar sem það var ekki áður. Ef þú berð þetta saman, þá þetta gjörbreyting og það þótti bara eitthvað sérstakt eða fólk var að drekka hérna rauðvín og hvítvín og kampavín með mat á Íslandi. Það bara algengt núna. Og við sem erum svona að tala þetta, við erum bara áleitni að vera gamaldags en staðreyndin svo að við erum nýmóðis, við erum nýju tíminn. Því að Alþjóða heilbrigðisstofnunin, hún hefur alltaf að skoðun á þessu heldur en framleiðendur og seljendur þessara skaðlegu vara. Þannig að þetta bara svona smá dæmi margt sem þarf að endurskoða og það til margt fólk sem hefur þekkingu til þess. Það alveg ljóst. En það ekki allir þessi tilbúnir til þess að tala svona opinskátt eins og við erum að gera.
Já, akkurat. Þá þarf kannski svolítið að opna á þessa umræðu bara hægt og rólega að koma þessu inn og væntanlega mun fólk líka fá að kynnast betur rannsóknum sem eru að koma í ljós og heimildamindir sem verða gerðar og meðvitund þetta vandamál mun örugglega aukast með tímanum eins og búið að vera að gerast. Jú, en svo það komið á skólakerfinu. Sko, það náttúrulega, það þarf að gerast mikið í skólakerfinu og þá það spurningin, að velti ég fyrir mér, hversu mikinn frið hafa kennara til dæmis til þess að tala svona opinskátt þetta. Þá það talið vera pólitík, af því að það rekst þá á einhverjar skoðanir í ákveðnum stjórnmálaflokkum. Ég meina, við tökum bara landbúnað. Ég vil gjarnan tala það hvernig matvælin eru framleidd, hvað notað við framleiðsluna. Eru notuð eiturefni til dæmis? Farið illa með dýrin? Hvernig þetta? Við vitum alveg hvernig matvæli eru framleidd í dag og það mjög breytilegt eftir löndum og eftir svæðum hvernig það gert. Og við vitum það til dæmis að ef við tökum dæmi, bara eitthvað einfalt dæmi eins og grænmeti, þá innflutt grænmeti, það framleitt við allt önnur innflutt grænmeti framleitt við allt önnur skilyrði heldur innlend grænmeti. Það gríðarlega eiturefna notkun við grænmetisframleiðslu í sumum af okkar innflutningslöndum, bara gríðarlegt og ég ætla ekki að fara að telja það eitt upp. Við erum með sára litla notkun á eiturefnum í sambandi við grænmetisframleiðslu. Þannig að grænmetið okkar tiltölulega heilnæmt og góðar afurðir þar. Og ástæðan mikið sú að við erum í tiltölulega köldu loftslagi og það minna af skordýrum sem geta skaðað uppskeruna, plönturnar. Við þurfum ekki að nota eins mikið af hjálparefnum og það mjög lítið notað af þeim hér, meira að segja mjög lítið í gróðurhúsunum því að þar eru við með lífrænar varnir. Svoleiðis að við erum að framleiða í handa neytendum á Íslandi, við erum að framleiða miklu öruggari vöru heldur en þá komum við í matvælaöryggið. Við erum að framleiða miklu öruggari vöru heldur en það sem innflutt og þar að við gera bragðbetra, það annar mál. Bæði bragðbetra og næringaríkara. Já, og minni hætta á, það kannski svipað magn af próteinum og kolvetnum og fitu í þessum vörum en það framleitt við önnur skilyrði þannig að við erum þá laus við ýmis eiturefni sem geta verið varasöm ef þau safnast upp í mannslíkamann. Akkurat. Talandi aðeins þessi eiturefni og áburðinn og svona, nú náttúrulega áburður að snarhækka í verði. Ég með eina mynd hérna af útkomu yields úr korni, sem sagt hversu mikið af korni náð að framleiða og þetta einhver svona rannsókn hérna sem ég fann gagnapunkt frá og við sjáum að þetta fer upp og það ekki svo að tæknin búin að vera að gera okkur kleift að nota betri áburð og eiturefni sem halda skordýrunum frá þannig að við erum að ná að framleiða meira og meira. En nú svolítið áhætta það ekki af því að við erum búin að vera að nota áburð svo lengi og við erum að nota svo mikið af eiturefnum að við erum í raun að eyðileggja jarðveginn á mörgum af þessum stöðum. Jú, því miður. Já, það því miður alveg rétt sko. Á sumum af þessum svæðum, stóru framleiðslusvæðum til þess að korni í heiminum, þá það vitað að jarðvegur farin að vera lélegur og jafnvel ónýtur. Það sem eru áveitur, þá hann að verða mjög saltur, hann að verða ónýtur af þeim ásökum og sumar þessar nytjajurtir sem hafa verið framleiddar, þær krefjast mjög mikils vatns og mikils áburðar og mikil eiturefna. Nú við þekkjum það að það var talað mikið svokallaða grænubyltingu á sínum tíma fyrir nokkrum áratugum og hún hefur aukið framleiðslu en hún skilur eftir sig hörmulega slóð víða og það er skemmdir á jarðvegi af einhæfri ræktun víða og það þessi selta sem kemur við sögu og svo eru náttúrulega afurðirnar, það ekki bara skemmdin á jarðveginum að afurðirnar, þær verða miklar eins og framkemur í kúrfunni, þetta mikil aukning. Hluti af því að vísu eðlilegur, hann vegna kynbóta, jurtakynbóta, en að verulegu leyti, að miklu leyti þetta svona þessi efnanotkun og
og þetta getur farið þá illa með jarðveg og að gera það á sumum svæðum. Hér á Íslandi höfum við verið laus við þetta vandamál, en við þurfum að vara okkur og það eitt sem hefur komið núna inn síðustu, kannski mest svona síðustu 10-20 árum, það eru erfðabreyttar lífverur. Það korn sem ræktað sem sagt það erfðabreytt korn og erfðabreyttur maís og erfðabreyttar sojabunir, þar sem að stór fjölþjóðafyrirtæki eins og Monsanto, síðan var það Bayers, að það að framleiða, það að búa til ný afbrigði af plöntum sem að gefa meiri uppskeru með gríðarlegri notkun á tilbúnum áburði og síðan eru valin eiturefni sem að henta til dæmis til að eyða illgresi sem eru stór varasöm eins og Roundup til dæmis. Og þetta náttúrulega þessi erfðabreytta ræktun, hún náttúrulega mjög varasöm, bæði sem sagt, hún sem sagt varasöm að því leyti til að þeir vitum ekki nógu mikið afleiðingarnar af því að neyta erfðabreyttrar fæðu, þess vegna lífræni geirinn algjörlega á móti því og útilokar það. Og svo þessu fylgir gríðarlega mikil eiturefnanotkun, hún hefur ekkert minnkað, það bara markvissara. Þannig að sem betur fer erum við hér á Íslandi laus við erfðabreytta ræktun, það aðeins leyft hjá orfi líftækni í gróðurhúsum vegna snyrtivöruframleiðslu, en það bannað á Íslandi að sá erfðabreyttu fræi og ég vona að það verði þannig áfram og lífrænahreyfingin náttúrulega berst algjörlega gegn því vegna þess að lífrænahreyfingin vill geta séð neytendum fyrir fæðu sem laus við erfðabreytt efni. Og örugt. Þannig að það kannski að Monsanto, þessi stórfyrirtæki, að þau vilja erfðabreyta korninu til þess að takast á við það vandamál að jarðvegurinn að eyðast upp og erfðabreyta þá korninu og ná þá að nota meira af eiturefnum og halda framleiðninni uppi, en það bæði ekki víst hvað áhrif þetta hefur á mannslíkamann og önnur dýr og heldur ekki kannski hvað verður jarðveginn ef þetta ferli heldur áfram lífrænt öðruvísi. Jú, því miður eru þessi fyrirtæki ekki að hugsa mikið jarðveginn. Þau eru aðalega að auka framleiðsluna og auka arðgreiðslu til hluthafa. Það aðal markmiðið hjá þeim. Og það sem verra að þau halda utanum bæði fræframleiðslu og eiturefnaframleiðslu og áburðarframleiðslu, þannig að það að skapast hérna eins konar einokunar ástand í heiminum, það sem ég kallað food production monopoly. Það eins konar, það svona einokunar stefna í framleiðslu vegna þess að það verið að reyna að koma þessu að í mörgum löndum og það verið að vinna gegn smábændum, það allt gert til þess að stækka búin gríðarlega og vélvæða þau og eyðileggja í raun og veru grunninn sem eru smærri og miðlungsbú og fjölskyldubú og þetta orðið tölvöld mikið útbreytt en allir í Bandaríkjunum, það búið að stórskaða landbúnaðan þar með þessari stórbílavæðingu og þessari erfðabreyttu og efnaháða landbúnaði. Og að því að vorum að tala Úkraínu sem eitt af, það mun vera 7. hæsta framleiðsluland á korni í heiminum, þar hafa stórfyrirtækin heldur betur komið sér inn. Já, það. Vegna spillingar. Og spillingin mjög mikil þar og þeir hafa náð undir sig mjög stórum landsvæðum og þar eru þessi líftæknifyrirtæki í nafni frjálshyggjunnar. Þau eru búin að ná mjög sterku tangarhaldi í Úkraínu, miklu meira enn í Evrópulöndunum, þar sem að Evrópusambandið hefur þó unnið dálítið gegn þessari þróun, þessi erfðabreyttu þróun, en í Úkraínu þetta mjög breytt, þannig að korn sem kemur fram þaðan, það gæti gjarnan verið erfðabreytt í stórum stíl. Þannig að þessi fyrirtæki, þau ekkert að hugsa en skammtíma hagnað, og helst til lengri tíma líka, en þau ekki að hugsa loftslagsmálin, þau ekki nema á tyllidögum og þau ekki að hugsa jarðveginn. Það eitthvað sem þau ekki að gera. Og þetta eiginlega akkurat öfugt við það sem við þurfum að gera til þess að hjálpa vistkerfunum þannig dæmi iðnað sem að ekkert í raun og veru að taka við sér og
þess vegna til dæmis lífræna hreyfingin, hún og slow food og slíkar hreyfingar, það að reyna að vinna gegn þessu og styðja við bara venjulegan landbúnað, vel rekinn landbúnað sem ekki háður þessum hjálparmeðulum sem geta verið mjög varasöm. Og sem sko betur fer, þá erum við hér á Íslandi, við erum í þeirri stöðu að við erum ekki komin langt inn á þessa braut. Samt erum við með vel rekinn landbúnað að mörgu leyti og búfjárræktin okkar, hún yfirleitt til fyrirmyndar, það alveg ljóst og það sko, við höfum svo mikið gott og það það sem þarf að gerast hérna, varðandi fæðuframleiðsluna, það að við áttum okkur á því hvaða auðlindir við höfum hér á Íslandi til að framleiða hollan og góðan mat og nóg af honum og jafnvel þá aukalega til útflutnings. Akkurat, og talandi það, þá ég með eitt annað svona graph, þannig að við nýtum á breytingar afköstin, að sjáum við, þetta eru svona spár hversu mikil breyting verður í framleiðni í landbúnaði í hverjum heimsluta. Og við sjáum rauða og gula, þar er það að minnka í Afríku, í Mið-Ameríku og á Indlandi og í Ástralíu. En svo snarhækkar það þarna í Noregi og Svíþjóð og í Norður-Ameríku. Og það vantar reyndar inn í gagnasafnið hérna á Ísland, en þeir búast við því að það muni líka aukast hér, þannig að við erum vel í stakk búin til þess að einmitt hjálpa heiminum, held ég. En annars varðandi lífrænan landbúnað, hann akkurat öfugt við svona eitrandi landbúnað, þar sem að lífræn landbúnaður getur styrt jarðveginn, eða ekki, hann hjálpar honum. Hann mun sjálfbærari, sko. Það vandamál með hugtaki sjálfbærni, það mjög misnota núna. Það verið að nota það, sjálfbærni verið að nota það ýmsar athafnir og ýmsar framleiðsluhættir sem ekkert sjálfbærir. Það samt verið að nota þetta gríðarlega mikið. Nei, það alveg ljóst að lífræna rækturinn, hún miklu sjálfbærari heldur en svo ræktur sem að hefur byggist á efnum og veiturefnum og tilbúnum áburði. Við þurfum að endurnýta betur lífræn úrgangsefni. Það falla til lífræn úrgangsefni í sorpi og búfjáráburði og frá fiskiðnaði og slíku, sláturhúsunum. Við þurfum að nýta þessi lífrænu efni betur og koma þeim inn í hringrásina og þá það lífrænt landbúnaður sem að myndi nýta það að einhverju leyti og svo fer það líka í uppgræðslu og skógrækt eins og gengur. Þannig að við þurfum að skoða, þetta hluta þessu sem ég nefndi áðan. Við þurfum að átta okkur á því hvaða auðlindir og hvaða hráefni við höfum í landinu, miðað við okkar loftslag og miðað við að hafa jarðhitann, að þetta þarf að gera, menn þurfa að gera sig grein fyrir þessu og mega ekki fara inn á hina brautina, þessar innflutningsbraut sem að mjög, hún ósköp aðlaðandi í hugum sumra, vegna þess að það ímynda sér allir þá sem að fylgja þeirri braut að þá verður allt ódýrara og við fáum ódýrari mat. Ég hef oft sagt að ódýr matur einhver versta blekking sem til vegna þess að ódýr matur, hann fenginn með mjög slæmum framleiðsluháttum, hann fenginn með mikilli notkun á efnum, eiturefnum, hann fenginn með því að fara illa með dýr í verksmiðjubúum og hann fenginn með því að fara illa með jarðveginn. Þannig að fólk, verkamenn. Og svo verkamennina sem vinna við þetta sjálfsögðu og svo endanlega með neytendur. Og þá kemur þetta fram í lýðheilsu, þá kemur þetta fram í sjúkdómum og það leggst á heilbrigðiskerfið. Þannig að það sem ég tel að þurfa að gera, það að tengja þetta allt saman. Það að fara ofan í sauman á því hvernig getum við framleitt mikið af hollum og góðum mat í landinu án þess að skemma landið, án þess að skemma auðlindirnar. Það megum við ekki gera. Hvernig getum við gert það og gert það þannig að það sé neytendur þóknanlegt, að neytendur geti fengið vörurnar á skikkanlegu verði, ekki endilega ódýrasta verðinu, vegna þess að þeir að kaupa gæði í leiðinni. Menn gerðu greinarinn á Trabant og Mercedes-Benz. Það gerðu menn í gamla daga. Þetta var munur á Trabant og Mercedes-Benz, en það ekki gert svo mikið í sambandi við matvælinn. Það venjulega bara verið að tala ódýrasta, það ódýrasta, ekki verið að tala gæði. Þannig að gæðin á íslenskum matvælum, þau aldrei metin að verðleikum.
þau eru aldrei metin, það er message dispense, já. Sumt af því sem kemur inn er bara trabant. Og það er þessi samlíking sem við þurfum að hafa í huga. Ég meina, ég hef átt trabant og það var bara nokkuð góður bíll, ég átti hann í 2 ár, en ég bara seti þetta fram svona sem dæmi að gæði eru mismunandi og í matvælum eru þau mismunandi og sumt af þessum matvælum sem framleitt í dag, það er varasamt, sumt af því, og blandað með alls konar varasömmum efnum og svo talningum að framleiðsluhættirnir eru sumstaðar þannig að þeir eru skaðlegir fyrir bæði bændurna og jarðveginn og umhverfið og dýrin sjálf. Þannig að þó það kosti aðeins meira þá ert í rauninni að borga fyrir það að þetta sé bæði hollur matur og hann sé sjálfbær og er ekki að eyðileggja jarðveginn. Það er málið og það er sko þessi umhverfiskostnaður, hann er eiginlega komin inn í verðið. Lífræn matvæli eru dýrari en þú ert þá búin að taka til greina umhverfiskostnað. En í hinum vörunum er umhverfiskostnaðurinn ekki tekin inn, honum er útýst. Þannig að það er bara blekking. Það er hrein blekking og þess vegna segi ég að matvælaframleiðsla, massaframleiðsla með miklum eiturefnum, erfðabreyttum lífurum og svo framvegis, hún er að sniðganga umhverfisspjöllin, hún er að sniðganga útblástur gróðurhúsalofttegunda og er þá skaðleg. Það er vitað að lífrænaræktunin hún er jákvæðari gagnvart útblæstri gróðurhúsalofttegunda meðal annars vegna þess að lífrænaræktunin byggir upp jarðveginn, það byggir upp jarðveginn og það er hún líka vegna þess að hún notar ekki tilbúin áburð og ýmis eiturefni, þá dregur úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda því að það er gríðarlega mikil útblástur frá framleiðslu á tilbúnum áburði og eiturefnum. Fyrir utan mengunina. Já, þetta eru mjög mikilvæg mál. Maður vonar að fólk fara að tala aðeins meira þetta. Já, við látum þetta kannski gott heita núna en við vonandi getum við yfir tíma safna saman fólki sem að vil tala meira þetta og fara dýpra í þetta. Það væri mjög skemmtilegt að gera það og þó það byrji ekki nema bara smátt til dæmis hjá þér í hlaðvarpi, bara með nokkrum einstaklingum, þá er það mjög gott vegna þess að það kom alltaf hugmyndir. Sko ég tala við þig og við erum að skiptast á svona hugmyndum og ég með ákveðnar upplýsingar og ákveðnar skoðanir. En það er alltaf gott þegar fleiri fara að koma saman og ræða þetta svona ofan í kjölinn og vera ekki hræddir við pólitíkina. Nákvæmlega. Þetta er að bresta á. Við þurfum að fara að taka á þessu einhvern veginn. Ólafur R. Dýrmundsson, þakka kærlega fyrir að koma og við vonandi sjáum síðar. Takk fyrir. Og þið áhorfendur, eigið góða helgi og takk fyrir okkur. Við sjáum síðar.